Lárus, 113 í meistarana, þetta kannski ekki leikur þjálfarana, þið hefur örugglega viljað sjá minna stigaskor, en sáttu við sigurinn? Já, ég svona, fyrri hálfleikurinn var bara eiginlega sóknarleikur hjá báðum liðum, þannig að það var eiginlega liðið sem myndi spila vörn í þriðja leik í dag, myndi vinna þennan leik. Og bæði liðið voru að spila vel sóknarlega og við náðum að stoppa, ég held um 13 stigum í þriðja, það skóp sigur. Þessi lið eru að fara að mætast í fyrstu umferðinni, þannig að þetta var svolítið svona, hvað maður að segja, forsýning af því sem koma skal. Þetta var tvö mjög samkeppnishæf lið, ekki það? Jú, ég held að þetta verði lið sem ég ætti að láta til sem taka í vetur. Ég er náttúrulega nýbúinn að vinna bikartitilinn og hafa einhvern veginn komið rosalega vel undan sumri, fannst mér, og kannski á undan öðru liðum. Og þessi kannski að við erum rosalega mikið gæði í Fótiós og Ricciotti, bara svona gæðir sem að lagðið bara á körfubolta og þeir kunna körfubolta. Þess vegna held ég að þeir hafa verið komin lengri en önnur lið. Það eru nú nokkrir í þínum hóp sem virðast kunna þetta líka. Það var góð dönsk sending sem þið fenguð hérna í Þorlákshöfn. Já, Mortensen var mjög sterkur í dag og bara, mér finnst þetta eiginlega að vera liðsigurinn út á vörninni í þriðja. Og já, ég vil líka að segja meira það. Eldsnögt áður en við sleppuð, bara svona þínar pælingar fyrir deildina sem er að koma. Hvað sérðu í kortunum? Ég held að það séu alveg örugglega svona 6 lið sem að geta og ætla sér að vera ríkismeistari. Þannig að það verður rosalega hörð barátta og ég held að deildin verði jafnvel sterkari og skemmtilegri heldur en það verið fyrra, þannig ég held að hún verði geggjuð. Lárus, meistari meistarana, til hamingju. Takk. Thank you, sir.